Já, við ætlum að bregða okkur aðeins til Kína. Það var hérna í gær, vorum við með umræðu hitt og þetta og Þorleifur Örn Arnarsson, leikstjóri, var meðal annars í umræðinu. Hann var nýkominn frá Kína og sagði að þetta veri ógeðslegt samfélag og lýsti því í mörgum orðum. Og mér langaði að heyra frá einhverju sem ég hefði kannski búið þar eða dvalið lengur og hingaði komin Brynhildur Magnúsdóttir sem jarðfræðingur. Þú hefur farið til Kína? Ég fór til Kína, ég bjó þar í heilt ár. Já. Við nám. Já. Kannski áður við förum til Kína, má ég spyrja af hverju fórstu til Kína? Það ætlaðist mér þannig að við ætluðum son frá Kína árið 2010 og ég framhaldi að því að þá, þegar við fórum að sækja hann, þá fannst mér hrikalega óþægilegt að maður gæti ekki sagt orð á veitingastöðum, maður gæti ekki pantað til vatni eða neitt. Og náttúrulega allt öðruvísi heldur maður er vanur, þannig að svo þegar við komin hingað heim og þá slysast ég inn í endurmenntun á Háskóla Íslands í kínversku námskeið. Já. Og það gekk alveg þokkalega, þannig að ég ákvaði að innrita mig í nám í kínversku fræðum haustið og það er tungumáli tekið föstum tökum og saga Kína og allt þetta umrót sem einkennir samfélagið í Kína. Og einhvern veginn þá slysast ég enda í skiptinámi í Kína í heilt ár, áður en ég var 50, það var eiginlega markmiðið. Ég kom heim árið sem var 50, þannig að þetta var eitthvað sem var ekkert á plönunum hjá mér, en þetta er eitthvað því sem gerist í lífinu, maður endar eitthvað staðar, það er maður alltaf ekkert enda. En sonuðin sem ættleitir, var hann það gamall að hann var byrjar að tala kínversku? Hann var fulltalandi á kínversku, mandarín, já, en ég náttúrulega skildi ekki orðað sem hann sagði þá. En hefur hann viðhaldið sinni í kínversku? Nei, en það er mjög grunnt á þessu. Hann er fljótur að fatta hvað fólk er að tala um. Já. En hann var náttúrulega orðinn altalandi þá og hann náttúrulega fyrsta máltakan fór fram á kínversku. Já, það er hans móður mál eins og verið sagt. En hann var mjög fljótur að ná íslenskunni og hann var að tala íslensku skiljanlega eftir 3 mánuði. Þannig að þú verðt ekki að þessu til þess að geta talað við hann? Nei, ekki en þú vildir hafa eitthvað tengsl við hans uppruna? Ekki þannig að sé þig. Ég bara fekk áhuga að læra kínversku og endaði hérna í þessu skiptinámi fyrir eitthvað slistni og hafði gaman af. Þetta hef ég reynda viðhaldi hjá hann kennanum eitt og eitt orð og svoleiðis, þannig að viðhaldi einhverju. Það gengur svona með þessa unglinga. Hvar í Kína varstu? Ég var í skiptunum við Ningbo háskóla sem er rétt fyrir síðan að Shanghai. Hinum megin við flóan þarna. Já, á svona miklu vaxtarsvæði og umbreytingarsvæði. Miklu vaxtarsvæði og þetta er tiltölulega nýtt borgarhverfi þannig að sé þó Ningbo sé einn af elstu borgunum í Kína. Þá er alls konar útkverfi þarna sem Ningbo háskóli var í. En ekkert svo nýtt þannig að sé, en samt þannig að það er gott samfélag af almenningi sem býr þarna og starfar. En hvernig, ég kynnti þetta sem daglegt líf í Kína. Já. Hvernig getur þú lýst því fyrir mér? Já, ég náttúrulega þegar ég ákvaði að fara þarna út fyrir slysni þá ákvaði að búa ekki á kampusnum með krökkunum. Heldur ákvaði að leiða mér íbúið til bæ einmitt þess að komast í kynningu við almenning og daglegt líf. Með krökkunum varst þú svona langelst nemendana? Já, ég var langelst nemendana. Þetta var allt sem að krakkar nýkonu upp úr menntaskóla, nýbyrjar háskólanámi. En ég var töluvert eldri heldur en margir. Og ég var elsta sem fór þarna í skiptinám. Þannig að þú leiði þér íbúð bara út í bæ? Leiði mér íbúð út í bæ. Ég bjó fyrst heima af vinkonu minni sem býr þarna rétt hjá háskólanum og svo fann ég mér íbúð sem leiði út í bæ. Og náttúrulega ég hafði allt annað sjónar hérna á daglegt líf heldur en krakkarnar. Ég er náttúrulega búin að reka heimili hérna í Íslandi í 30 ár. Alveg 2 syni, þannig ég horfði á hlutinu tölvöld öðruvísi heldur en þau. Og tók kannski eftir hlutin sem þau tók ekki eftir. Svo náttúrulega ég var lítið inn í verðarnum bjórnum og börnum og svoleiðis á móti, en á móti kynnti sig svona daglegu lífi öðruvísi. En hvernig er daglegt lífi í Kína öðruvísi en daglegt lífi í Fossvognum? Fyrir það fyrsta þá eru Kínverjar alltaf öðruvísi heldur Íslendingar, samfélagsgerðin alltaf öðruvísi. En auðvitað er þetta bara fólk eins og við og það er allir það vakna á mótnan að gefa fór sér morgumat, alveg börni sem kom börnunum í skólan, mæti vinnu eða skóla og svo kom maður heim og elda kvöldmat og horfa sjónvarpið eða fara út að leika sér á kvöldin. Þetta er nú hljómar bara eins og bara árbærin? Já, þetta er, fólk er alls þar eins og það að gera sömu hlutina með kannski öðruvísi aðferðum. En það er mikið til þess líf á kvöldin þarna, það eftir í staðin fyrir að húka heim í sjónvarpinu þá fara allir út og gera eitthvað út að kjafta saman eða dorga eða það er betra loftslag þar betra loftslag þar þarna eru danshópar, það kalla dansandi ömmurnar og þarna eru synkronisaðar æfingar þar sem fólk er að dansa eftir einhverjum poplögum með vel æfðum æfingu, það er margir hópar mismunandi götuhópum.
En það er öðruvísi líf, en það liggja margir við sjónvarpinu, það liggja margir á netinu, en það er líka mikið að fólk sé bara að fara út á kvöldin og bara leika sér. En hvernig hefur fólk það? Eftir því sem ég sá, það hafði fólk bara alveg ágætt. Já. Menn það er nóg að mat til í búðunum, hérna í hverfinu sem ég var 3 stórir matvörumarkaðir, einn var svolítið vestrætt, Tesco, en svo voru 2 aðrir sem voru miklu meira kínverskir, það er náttúrulega öðruvísi matarófla heldur en við erum vön. Eitthvað líkanspartar, eitthvað dýnu sem við myndum aldrei þetta eitthvað huga. Það er svo margt fólk sem býr einmitt þarna að fólk hefur í gegnum aldirnar lært að borða eða hvað sem er. Já, fólk borða hvað sem er, hefur þurft að gera gegnum aldir til að lifa af. Og það hendir bara ekki heilanum úr kindinni eins og við. Nei. Eitthvað besta sem ég kennar mér fekk hérna í Árgrann, það var stektur andarhaus. Og mér leist nú ekkert á því sá þetta Disney hjá henni og hún sagði að þetta var lostætt og sérstaklega heilinn, hann var langbestur. Ég lesnum ekkert af það, en við borðum svið. Já, en ekki heilan. Ekki heilan. Nei, við hættum því. En fólk er vant í að borða hvað sem er og það er ef maður fer í búðirnar þarna, það er alveg gríðalegt úrval á alls konar ávöxtum og grænmeti sem maður hefur ekki hugmyndu hvað er. Nei. Og alls konar útfærslar af þessum mismöndu bögðum henda við mismöndu rétti, þannig að gömul húsmöður frá Íslandi hafði bara virkilega gaman að rölda út í búð, bara ráðum gangan og skoða bara hvað er til. Þetta er náttúrulega eitt af stórkostlustu eldhúsunum eru okkur þarna á þessu svæði. Já. Sem eru kannski, getur sagt, tælensk eldhúsið eða fransk eldhúsið. Já, þetta sem eru svona stór og mikil. Nýmbúmenningin byggir mikið á sjávarhættum, en það er þetta borg sem stendur nálægt sjónum og hefur lengi verið verslunarmiðstöð. Einn af því svæðin sem til forna var opið fyrir útlendingum eins og Shanghai, böndið þar. Og það er annað bönd í Ningbo sem heitir gamla böndið. Og þetta voru þeir staðir sem útlendingu leiðist að fara á og versla, þannig að en Ningbo er kannski ekki algjörlega sveita það, bara svona að það fór út á landsbyggðina, það sá maður alltaf meiri fátækt hjá fólki, það var kannski ekki alveg mörg tækifæri, en mér sýndust nú fólk bara hafa það alveg þokkalegt að það. Það var svona það sem er kallað wet market eða það sem eins og var í Wuhan, það sem fórst á svoleiðis sem í sumum menningum er það þannig. Ekki það svo lifandi dýr, jú það var lifandi hænur sem var að kaupa sér og elda fyrir kvöldið, en það var ekki framandi dýr. Nei. En með hundluna kjötinu var kannski ekkert neitt suppuleg, en eitthvað sem við myndum kannski ekki sett okkur við, en þau eru vöndi og þær bakteríur sem voru þarna á ferðinni, þau skaða þau ekki, þó hefðu kannski skadað mig. Þannig ég laði lítið að kaupa kjöt á svoleiðismarkuðum. Ekki þetta var hættulegt, heldur bara að ég er ekki vön þessu. Sumstar horfið fólk á það að við eigum að drepa dýrin sem við eldum og horfa á það eins og við kaupum þau að við séum að kaupa lík til þess að elda. Finnst það ógeðslegt að segja það? En þetta er alltaf öðruvísi menningu með miklu lengri menningasögu og fólk er bara vant þessu svona lífverðni og það skiptir engum máli hvað er yfirvaldir þannig það skynni hvort það er einhver stjórnmálafli eða hvort það er keisari, að fólk hefur bara lifað sín lífi gegnum aldirnar. En svona í grunninn þá býr fólki bara í blokkum, verslar í supermarkuðum? Eða í gömlum húsi sem er mikið verið að rífa núna til að byggja nýja blokkir. Þið opinberið gerir gangskur í því að rífa gömlu ónótæfu húsin og flytja fólk yfir í nútímalega blokkir. Og það er alveg gríðarlega uppbygging á sömu stöðum í Kína eins og hverfinu mínu. En ekki svona torfusamtök sem eru á móti niður yfir gamalla húsa? Jú, og það er vendusumsvæði, en sumt er komið alveg langt fram í síðasta söludag og eiginlega ekki nokkur manni bjóðandi. En þeir eru snirtilegir, þannig að þó húsin sé kannski hruni komið, þá eru þeir ekki sóðaleg. Nei, eins og ánur enda við fólk sem er í heitari loftslagi, það er yfirleitt mjög, það er kattþrifið því að annars verður þau bara veikur. Já, akkurat. Þannig þau eru kattefnum meðhandla mat mjög vandlega, en þau eru kannski vöndi frá örofi alda að elda matinn frekar úti. Og suma fjölskyldur eru fluttar í blokkir, nútímalega blokkir, bara svipaður þessu íbúður, standardinu eins og íbúður hérna heima bara. En samt vilja húsmæðurinn elda matinn stund á svölum. Búin að koma fyrir hlóðum þar og það er stundar að sína eldamennsku. Og er það þá með kól eða eitthvað svona? Já, kól eða gas eða hvað? Þegar það er langast matartíminn finnur það svona á lyktinni? Já, maður finnur á lyktinni, laði matarleilminni við hverfið. Já, og líka svona eldfærunum eitthvað. Eldfærunum og alls konar. En svo náttúrulega líka fullt af skyndibittastöðum. Fólk er kannski ekki alltaf að elda heima, en það er ótítt að fá sér skyndibita. Og nú til þess þá er farið að senda heim. Það er einhverja að koma aftur núna í síðasta apríl, byrjun mæ. Það hafa verið greiðlega breyting bara á Ningbo. Sem á þessu síðustu 10 árum. Þannig það er eins og svona nútíminn sem að nútíminn er alveg að taka yfir þarna. Nú er allir komin með farsíma með þessi bettlararnir með QR-kóða, þú getur borgað bettlurinn með símanum þínum
láta eitthvað hendi rakna. Og ef þú átt ekki síma þá ertu bara ekkert með í samfélaginu. En hverjir eru betlarar? Það eru þeir sem hafa eitthvað hlutan lenda með til skipts og bryggju. Auðvitað fátækt þarna eins og annar staðar og sumir hafa komið út úr húsi, getur við drykkjuvandamál, eitilöfa vandamál, bara eins og alls þar annars þar í heiminum. En það er til. En hið opinbera reynir þú allavega að koma þeim til aðstofar og þeim stendur mislit boð, en það er ekkert allir sem vilja þekja það. Og fólk er ekkert þingað til að þingja til einn súraði. En svona velferðarkerfi er góð heilbrigðisþjónusta? Þekki ekki sko bótakerfi þannig að séð, en heilbrigðiskerfi? Heilbrigðiskerfi er mjög gott, það geta allir komist til læknis. Þurftur að nota það? Ég þurfti að nota það, ég fór til læknis með þess að nokkur sinnum og þetta er öðruvíseltunni hér að því að maður bara mætir á mótninni til í langa biðröð og síðan bara tekum maður númer, það byrjaði að taka blóðþrýstinginn og síðan ef maður leiddur áfram og læknisskoðunni fyrir fram í herbyggja sem eru kannski nokkri læknar og með þessi sikkvort sjúklingin og bara í sama herbyggun engin skilur mann eitt á milli, þannig að það störði allir á megin náttúrulega einhvern næpukvít þarna í einhverju læknisskoðun. Svipað að verið staðrað á Kínverja hérna heima. Já, mikil ósköp, þannig að þetta var öðruvíseldur maður vanur en þetta var mjög góð læknisþjónusta, læknarnir skoðum mann, ef þau senda mann eitthvað áfram þá var maður sendur bara samdægus í frekari skoðun og ef það þurfti eitthvað frekari meðhöndlu þá var það bara klárað og skrifað áfram og maður gæti fengið lyfin bara þegar maður fór út og borgaði eitthvað klink. Ég fór líka til tannlæknis. En þeir hafa ekki tekið upp íslenska kerfið sem að þú myndir biðja læknistíma þá fengir hann kannski í október? Nei, þú getur farið bara samdægus. Og það mæta allir 7:30 þegar læknastofan opnar og það er langmæsta öftur. Ég hef búin að fatta það að ef maður mætur 10 þá er biðröðin búin. Því það er bara fastið, maður mæta bara snemma. En það í forna var þetta svona okkar læknagarðar. Það færði númer og reiknar að ég kemst líklega inn 3:00. Já, ef maður kemur aðeins setna þá er biðröðin mesti púlsinn búin, þá er styttri bið kannski. En þeir eru ekkert að spá við það, þeir bara mæti eins og þeir bara að gera 1000 ára, bara mæti eins nefn og þau geta og svo bara lenda þær í örtröðinni. En málið er að maður kemst til læknis og maður getur látið kíkja á sig og ef maður vantar lyf þá fær maður samdægus og ef maður þarf einhverja meira rannsóknir þá er það skrifað út og maður kemst að þar að því bara samdægus eða í sömu viku eitthvað svo leiðis. En það er ekki svona eins og sagðir svona velferðarkerfi í merkingunni svona félagslegu stuðningur? Það er eitthvað það, ég þekki ekki hversu sterkt það er en það er alltaf rosalega ríkt í menningu kynvera að þú sérðum þína eigin sjúkuættingja. Já, fjölskylda sér þetta og það er í óformlega kerfi sem heldur upp í félagsins. Það er óformlega kerfi en þeir eru að þróa sig eitthvað áfram með því að þið opinbera taki eitthvað þátt í þessu líka. En nú er náttúrulega fjölskyldunar fámennari. Já, það er bara vandamálið að þess vegna er þið opinbera að taka á sig meiri byrðar í þessu sambandi því hjón eiga kannski bara eitt barn. Og það er langt síðan sú stefn maður tekin upp þannig að tvær fjölskyldur eiga bara sikkur barni og svo eiga þeir bara eitt barn líka kannski. Þannig að það er miklu minna stuðningsnett heldur en var. En fólk sér sína eldri ættingi ef eitthvað verður veiku þá hjálpast allir annars til sjúka eða borga eitthvað sem við geta borgað og sérstaklega foreldra sína. Ég las einhverja grein það sem eftir eitthvað í stjórnkerfinu þarna sem var að stilla upp að það veri komin tími að þeir þyrfti að vera stuðningu við einstæða foreldra sem hafði út af því að fjölskyldunar eru fámennari og hafi ekki stuðnari og líka það að það er orðið bara algengara þessu einstæðir foreldrar. Já. En þetta alltaf var óþekkt í Kína að galmata því fjölskylda var svo sterk. Ef einhver unglingsstúlka eða einstæð kona varð ólétt þá var hann eiginlega bara útskúfuð liggur við. Það er ekki séns að geta eignað sem manna því hún var með auka barn í eftirdragi og sérstaklega eftir þessi einsbarnsstefna tók gildi að þá var það eiginlega bara útilokað. Þannig þau urðu að gefa fyrir sig börnin kannski og þá lenduðu börnin oft í umsjá yfirvalda sem gerðu eins og vel og þú gátu en barnaheimili náttúrulega ekki heimili. En börnunum var sér fyrir menntun og næringu og þú gátu alist upp en svo náttúrulega líka þess ættleiðingar erlendis. Veistu hvaðan sonur þinn er? Já, ég veit alveg hvað hann er. Og hittur hans fólk eða? Við veitum ekkert hans líffræðilegu fjölskyldu, við fórum á barnaheimilið. Við fórum á barnaheimilið og hittum fólki sem annaðast hann var fyrst bara frá því hann kom þangað og þangað til hann kom til okkar þegar hann var tæplega 3 ára. Og það myndi allir eftir og allir rosalega að sjá hann að þetta var mjög gott barnaheimili en barnaheimili er náttúrulega ekki heimili, ekki fjölskylda.
og þó að fólk gerir sitt allra besta, þá er fólk samt að fara heima eftir að vinnutíma líkur. Og líka getur verið að börn sem alast upp á svona heimilu þegar þau fara út í lífið síðan í samfélag sem að byggja mikið upp á fjölskyldu. Já, þá er þau hálf utangátta. Já, en það er mjög algengt að uppkomin börn á barnaheimilum fara að vinna við barnaheimilu og það verður eiginlega þeirra fjölskylda. Já, akkurat. Þau þekkja þessa aðstæður og reyna að koma tilbaka og gera eitthvað fyrir þessi börn. Já. En yfirvöld gera allavega það sem eins vel og þau geta með fjárframlögum og mat og aðmennu stuðningi. Já, þú nefndir að þegar maður fer síðan út í sveitirnar þá er það sem að sé að fara aftur og baki tíman. Já, þú ert að fara svolítið aftur í tíman. Og hvað er langt aftur? Ertu farin bara uxakerur? Nei, það er ekki alveg svona. Það er flettur á bílum, það er allir með snjallsíma. Með þess að bændunir með snjallsíma til að teka veðurskráni þeir eru aftur kannski aldrei fartölfur, en það er allir með síma og allir komast á netið. Það er mjög gott netsamband allt Kína, það komast allir á netið og fólk komist ekki á Facebook eða Google. Þá er innlendi miðla sem fólk nota mikið. Eins og WeChat til dæmis, það er bara mjög svipað eins og Facebook og fólk hefur bara samband við sína milli bæði myndsímtölum og skilabóðum allt saman svoleiðis. En varðandi að því að ég farið svona í Afríku í þorp og það er eins og maður sé að ferða aftur á bak, það er rosalega misjafnt sko hvert maður að fara, stundum finnst mann eins og sé ferða til 1930 og stundum sem eins og maður sé að fara bara aftur á Steinöld. En það voru alltaf allir með farsíma sko, þú varst með í Steinöld á þorpi en það voru allir með farsíma. En mér fannst allir vera bara nokkuð sátti með lífið. Það fullt að tækifærin sem fólk gefst inn út í manna, jafnvel þú koma á fátækum heimilum, þá eiga allir kost á góðri almennri menntun og fólk getur alveg inni sig upp úr félagslegum slæmum aðstæðum upp í að vera bara og koma upp í góða millistétt. Það er hægt. Það er ekki eins og þetta sé á frumbýlistíma kapitalismans á Vesturlöndum sem við þekkjum úr bókum Dickens. Nei. Þannig að það sé annars vegar bara vellauðugt fólk og síðan bara tötra líður. Nei, það er alls ekki svoleiðis. Það er alltaf tilfáttat fólk þarna líka eins og alls annar staðar út af ýmsum aðstæðum. En langflestir hafa möguleika að fá sér góða menntun og komast áfram með lífinu og finna störf við hæfi og menntun við hæfi. Þannig möguleika er alveg til staðar þó sem kannski takkir sig ekki alveg öllum að nýta það. En þegar þú ert að tala við fólk, það er ekki hægt að fá fólk til þess að tala illa kommunistaflokkin? Ég kann ekki tala ekkert illum, en það er ekkert allir sáttir. En fólk getur alveg sagt sína skoðun eða fólk kannski getur blastaði á opinberum miðlum en fólk tala alveg sín saman út á götuhornum og menn eru missátti við hitt og þetta og menn eru mikið að ræða það hvernig er þetta að koma lýðræði á í Kína. Jú, þetta væri það æskilegt og það vita það flestur og líst öllu vel á þá hugmynd en þá er bara þessi gríðarlega hindur, þessi gríðarlega mannfjöldi sem hefur aldrei kynnst þessi hugmynd lýðræði eins og við þekkjum það. Hvernig á að koma þessu á koppin? Þetta bara tekur tíma. En myndur ekki segja að veri lýðræði inn í kommunistaflokknum og hann gríðarlega fjölmennur og þeir sem var að stýra hverfinniðinu og borgirniðinni voru allir líkitum kosin af flokknum? Já, það eru kosningar sérstaklega sveitarstjórnarstiginu og fólk er alveg heilmikið að segja sín helstu málefni, sérstaklega bæjarstjórnarstiginu. En svo íbúin sem vinkonu minni, hún er í húsi sem er 6-7 hæðir og það er engin lyfta og næsti stigagangu þeir kursu það að fá sér lyftu, ekkert vandamál en hennar stigagangu gæti ekki mikið lyfta þegar það var einn íbúamóti. Þannig að þau eru ennþá paufast með innkaupabokkan sínum bara 7. hæð. Bjó hann á fyrstu hæði kannski? Hann bjó annar hæð og býr ekki eins og í húsinu, hann á íbúðinu og leigjar hann út en hann var á móti og það var engin lyfta, sorry. Svona er þetta, fólk tekur oft ákvarðanir bara út frá eigin hagsmunum. Já, mikið lóskup, þannig að lýðræði, jú, þetta er það sem við þekkjum okkur finnst æskilegast en þetta þjóðfélag bara byggist upp á aldalangar öðruvísi hugsun. Við getum ekkert yfirfært okkar hugsun bara beint yfir á þau. Þau hugsa öðruvísi. En nú hefur verið gríðarleg framþróun í þessu samfélagi og þessar borgir hafa bara sprottið upp eins og við erum hérna glíma við á Íslandi svona samfélagslega breytingar sem við finnst bara allt og miklar, allt og mikið útlendingum og bara tíminn líður og hratt. Fólk sem er í Kína lítur náttúrulega að upplifa að tíminn líði bara á tífaldur hraða á við þess að gera hér. Mikil og sköp. Varstu eitthvað var við það svona söknuð eftir einhverjum Jú, þeir eru mikið með þessar hátíði sína þá fara rosalega mikið í hvernig hátíðahöldin hafa alltaf verið í gegnum árþúsundin, gera þetta eins og það var gert alltaf gammaldags og það er mikið fortið að trá á þessum hátíðum, sérstaklega vorhátíðin sem er eins og jólahátíðin í okkur. Það safnast alltaf saman, elda saman og nota svo gömlu hefðir. Sem er þá svona
kínversk menning sem náttúrulega fenómen í heiminum. Þetta eina menning fornaldar sem til ennþá. Já, mikil sko. Og þeir sækja rosalega mikið í þessu gömlu gildi þegar þeir halda upp á ákveðin hátíðastað og vilja hafa þetta svolítið eins og við gerum, við viljum hafa jólin eins og vorum lítur, vorum hömu. Það ekki sem segir make China great again og að tala 1970. Nei, það ekki að tala það. En meina fólk sem núna lifandi, meina á mínum aldri, þetta fólk sem fæddist í menningabyltingunni og það var búin að upplifa tímann að tenna. Og þá var Kína alltaf rosalega lokað, það var mjög kúfað, almenningu var mjög kúfaður en síðan var þessi opnum í 1978 og síðan hefur þessi nútíma væðingu verið. Og leitt áfram að yfirvöldum en fólk náttúrulega sjálf líka og fólk hefur alveg leyfi til að segja sína skoðun og hlutum hefur alveg áhrif á sitt líf og það hefur opnast alveg greiðan mikið að tækifærum en svo margir Kínverjar að ferðast út allan heim og búa og starfa annar staðar og koma síðan ofta aftur heima með nýja þekkingu þannig að Kína rosalega flókið land og við getum ekkert yfirfært okkar gildi bara beint yfir á þá því þetta allt annað grunnur en fólk bara lifir sínu lífi eins og bara vennilega, elur upp sín börn og borða kvöldmatið sinn og hilsar upp af ömmu og þetta saman eins og fólk gerir bara út allan heim. En varandi svona hraðan að þú heyrið það líka hérna á Íslandi svona þessi allt og mikil fólk sem bara horfið inn í skjáinn og hérna minkandi samkennd og samskipti fólks og eitthvað svoleiðis sem að vera að tala í Kína að við sem að tapa okkur í hérna vestrænum neysluhyggju. Jú, að ykkur leyti það náttúrulega rosalega neysluhyggja í Kína nútímans, menn að fólk getur keypt hvað sem á netinu og bara það komið við bara samstundis. Maður pantar eitthvað á netinu og það bara komið morgun eftir. Þegar ég var í voru þá var svo jólahátíð ég pantaði mér hitt og þetta það sem ég vantaði og þetta var svo jólahátíð þegar allir pakkarnir koma að einhver saman morgun ég bara opna pakkana og gaf með mér en fólk rosalega mikið að versla og versla rosalega mikið á netinu þetta litlu búðir sem voru engjörn í gamla daga það eiginlega horfnar nema á túristastöðunum að því fólk að kaupa allt á netinu og þannig að litlu búðirnir mikið til horfnar en að móti kemur að fólk að fara að vinna sér sendlar En þessi neysluhyggja greiðilega og fólk lifir alveg í gegnum farsíman ef þú hefur ekki síma og símkort þá ertu bara ekkert með í þjóðfélaginu þú verður að nota síma til að borga þinn í lestina, nota síma til að kaupa þinn í lestakerfið og bara allt sem þú gerir þá verður að hafa síma Þessi breyting yfir því að fólk fyrir ekki í verslanir heldur bara verslar á netinu það byrjaður að leiða til þess að það er komið svona vörumóttaka í blokkinnar Já, í rauninni, hverfi fyrir utan þá bara stór postmóttaka þar sem allir pakkarnir sendið, svo bara fór fólk bara tilgöngu, svo sendi ekki þessar hillu og maður ætla að fara út, segja pakkan sinn svo með þess að borð og skæri fyrir utan þannig að það getur tekið utan vörðin og hendi plastinu hér, pappinu hér og bara tekið vörðinu sjálfur Herðu, Þorleifur talaði að vera svo mikil mengun í Peking að súrnað í augun Jú, það því miður til En hverju mengunin? Þetta út af kolaorkuverunum mikið til sem að hafa lengur til að nota til að bæði framlega alls konar varning og líka til að hita húsin. Það getur verið alveg greiðlega kalt í Beijing og það nýri húsin með þá betri kyndingu en gömlu húsin sem alveg ótrúlega mörg og þau reiða svo rosalega mikið á kol. Sem að þá að þú ert að brenna kólinn heima yfir. Það ekki kólaver sem að býtir rafmagn sem að hittar upp húsið? Hvorutökja. Það eftir bara eftir aðstæðum. Svo náttúrulega sveitirnar í kring og hann er gríðarlega mannfjöldi sem býr þetta í kring Beijing og loftið frekar kyrrt þarna. Það kalt og frekar stilt og sumurinn heitt og frekar stilt þannig að mengunni fer ekki. Það ekki vandamál þess að þú varst? Ekki við í Ningbo en það var stundir svolítið mengunni í kringu Shanghai og ákveðnu vindættu þá barst þessi mengunni yfir Ningbo. En almennt það mengunni í kringu stórborginnar en þú konu upp í sveitirnar og minniþorpin þá þetta bara ekkert að loftgæðum. En þeir eru að breyta sig á sig. Þeir eru náttúrulega með kólaver til að bæði búið til rafmagn og búið til allt stöffið. En þeir eru að breytast, þeir eru að leggja niður gömlu aflágu kólaver, þeir fara að taka í notkun ný hátteknileg kólaver sem að nýta brunan betur og skila minni mengun frá sér. Og fyrir auðvitað það þeir eru konum í sólasellur líka við öll hús og þeir eru með litla vindmylur út allt. Þannig þeir eru að stiga á stórstig til að draga úr þessar mengun sem er mjög slæm lífsgæði, bæði fyrir Kínverja og alla aðra. Og ég hef talað við menn sem hafa komið þarna reglulega og þeir segja sig geta líka saman loftgæðinu núna eða bara fyrir 7 árum. Nei, ég veit það. Það eru alveg stórstíga breytingar á undanförnum árum og áratugum.
frá því að vera bara kólamökkur yfir öllu landinu yfir því að vera þetta sem frekar staðbundið og í ákveðnum vindáttum. Þegar þú fórst til Kína, var eitthvað öðruvísi heldur þú reiknaði með? Já. Er það svona önnur veröld eða er það svona nokkuð veginn? Mörguleiti er önnur veröld en mörguleiti er þetta alveg eins. En embættismannakerfi þarna og öll opinber stjórnsýsla sem þau eiga við þeim er útlendingur í Kína. Þetta er náttúrulega algjörlega horror. Það fyrir alveg eftir ákveðnum lendir. Hvort eitthvað sem fer stíft eftir reglunum eða hvort eitthvað sér í gegnum fingur sem með þig. Og það er allur gangur á því. En þú þetta fylgja út á reglunum, þú þetta fá þennan stimpil hérna og fara á þennan stað og fá annan stimpil til að fá landvistarleyfi og til að fá heilsufarstekkið og til að fá bara búsetuleyfið. Láfa ég inn á handtekinn og það glemtist að segja mér það ég þetta tilkynna á löggustöðinu að því ég ætla ekki að búa á kampusnum. Ég átti að gera það innan viku. Ég hef búin að vera í 6 viku því ég fattaði það. Það sé verra kerfi heldur útlendingastofnun? Ekki skára. Ég hef ekki reynst útlendingastofnun hér en þetta er ekki skára. En það fer eftir ákvörðun þú lendir. En kerfið og opinbera kerfi er stíft og ósveigilegt. Mikið skriffinska. Mikil skjöl og með ekki stimplar. Já, margir stimplar. Þú getur ekki gert neitt með að fá rétta rauða stimplum á rétta staði. Og rétta litin og eyðublaðinu, það er alls konar vesen sem að lendi út af eitthvað svona. Þannig þetta er mjög gamalt kerfi. Þetta er mjög gamalt kerfi og það tekur bara tíma að breyta þessu. En núna er þetta orðið miklu rafrænni heldur en var, ég vona að segja einfaldara. En þetta er náttúrulega bara partur að fara og flytja í annar land með allt aðra menningu og lendi í eitthvað svona hremmingum. Þetta er bara partur af því. Hver er viðhorf Kínverja til Vesturlanda? Mörguleiti jákvæð. Stundum er sagt að þið hafi sérstaklega jákvæð viðhorf til Íslands. Já, eitthvað hluta vegna það vita rosa margir Kínverja að því að Ísland sé til. Eitthvað hluta vegna þá vita margir Kínverja að Ísland sé yfir höfuð til. Og Ísland þeir horfa mikið lýsa sem hreinleika og fallega og tær náttúra og hreint og fínt allt saman hérna. Og þeir horfa mikið á það. Kínverjar almennt eru mjög mikil náttúrubörn. Þeir sækjast í að komast á svæði þar sem þeir geta komast í ómenga náttúruna. Í öllum borgum eru almenningsgarðar þar sem fólk getur farið í piknik. Og eitt heilu og hálfu dögunum og setið út og spilaði eða bara spjallaði fjölskyldunni, leikið við börnin að fara í siglingu og vatni eða eitthvað svoleiðis. Þannig Ísland er í margra augum bara töfraheimi þar sem loftið er hreint og tært, svolítið kalt og svolítið blautt stundum, eða mikið rennandi vatni, þeir elska fossa. Já, norðurljós. Þeir elska fossa og rennandi vatn. Það sagði mér einhver að Ísland var eitt bara 2 landa þar sem hefðu þýtt nafnið yfir á kínversku. Ég notaði bara hljóðin. Já, hljóma svipað. Ég man ekki hvað eitt landi var en Ísland er eiginlega einstakt að þessum leiti. Ísland, já. Það segja á kínversku sem sagt Ísland. Man ekki hvað eitt landið en Ísland er eitt af fáum. Þeir nota yfir hljóðin til að búa til. Bara enska heitið og kínverska að þannig. Alltaf aftur til Kína? Já. Af hverju? Bara mjög gaman að vera þar. Þegar maður er komin í gegnum allt í vesinni og búin að komast í gegnum allt. En af hverju er gaman að vera þar? Þetta er létt og skemmtilegt samfélag og fólki er almennilegt og maturinn er góður og það er mjög auðvelt að ferðast þarna. Og lestunum með lestunum og bara öllum almenni samgöngum og það er gott að vera þarna. Það er ódýrt að versla, það þurfa allir að versla eitthvað, það þurfa allir að versla föt til dæmis. Og auðvelt að ferðast, maturinn er góður, fólkið er mjög vingjarnlegt. Ef maður kann eitthvað smá hrefli kínversku þá er bara elskaði mann út úr lífinu tala svo góða kínversku, hvað lærður þetta þannig að þetta er mjög elskulegt land og það er gaman að ferða sem þetta er gríðarlega löng og merkileg saga alveg bara 2000 ár fyrir Krist eitthvað svoleiðis, elstu minjar og svo náttúrulega nýlega róstusami tíma líka en mér prívatpersónulega finnst mjög gaman að vera í Kína mér finnst gaman að þvælast Kína mér finnst gaman að segja fólki frá Kína hérna á Íslandi þá og Vesturlöndum árfum þá veit fólk ekki dórslega mikið Kína en það sem það hefur þó séð í fremnirum þá er þetta bara lögreglurríki þar sem að fólk bara er bara bundið heima á sem má ekki segja neitt en það er allavega ekki mín reynsla allavega ekki það sem ég hef verið En myndir ekki mæla með fólki sem ekki kann kínversku að bíða þangað til að færa eitthvað með sér sem kann kínversku? Jú, allavega í fyrsta skipti. Það er ekki gott að vera túrist og geta ekki lesið skilti. Þeir eru með pinjinni líka, það er með kínverska letri svo að finna að það er pinjinni sem er með okkar letri, arabíska letrinu og þá eru staðarheitin sjá, þannig að maður geta, en þetta getur verið svolítið yfirþyrmandi. Ég mæla ekki með að fólk sem ekki kann sagt orðið kínversku fari eitt síns til Kína.
Þannig þú mælir með að ættleiða son frá Kína, læra kínversku og fara í skiptinám til Kína. Já, fullblón og þá kemst maður vel inn í samfélagið. Kynnist fullt af fólki og kynnist allt öðruvísi viðhorf til lífsins og hvernig fólk gerir hlutina. Fólk kannski gerir hlutina alveg eins og hér en nota aðrar aðferðir. Við stundum stóðum á þetta götu og horfði, já, hann að gera þetta. Akkur gera þetta svona en ok, þetta virkar. Eins og hvað? Bara flytja húsgögnum en að binda heilu og hálfu borðin á vespurna sínar eða eitthvað eða elda matinn út á götu eða eitthvað svoleiðis með hrísgrjónapotti sinu heita sér súpu út á götu líka sagt fara bara í danshópinni og blanda sér danshópinni nágræn og fara að dansa eftir nýjustu dagurlögunum það er mikið tónlistamenning í Kína og fræðslu þætti þeir eru mjög mikið í alls konar fræðslu það er heil sjónvarpsár sem bara með fræðslu þætti bæði með sögu Kína og náttúru Kína og bæði jarðfræði og steingervinga og allt saman. En er þetta ekki allt saman áróður bara? Nei, alls ekki. Þetta er að tillíka. Stundum þegar maður er í einræðisríkjum að þá getur þú, ef þú ferðir inn á rakarastofu þá að mynda konginum. Já, það getur verið sem mynda má eða sí eitthvað þanga, en menn er að geta tilbyða þetta svona allir jöfnu. Nei, en á hver einasta forsíða þá er alltaf ein mynda af konginum. Nei, ég var reyndar ekkert mikið að lesa blöðum, ég horfði mikið að sjónvarpið. Og þetta er náttúrulega þáttar að þessi segja sögu kommunistar fólks og sögu byltingarna og hvernig kommunistar komast til valda en það er líka fullt á öðru efni sem að er alls engin áráður í þetta er sem jarðfræði og steingervingafundi sem eru stórmerkileg sem eru þitt fag já, þannig að sem að við á Vesturlöndum vissum raun ekkert bara fyrir nýlega vegna þess að Kínverjar bara skrifa sína vísindagreinar á kínversku það er nóg fyrir að hafa alla þessi áhærendur sem geta að lesa þetta þarna en nýlega fara þýða þetta á Vesturlöndum og það eru stórkostlega fundi sem menn hafa að gera þar sem að skipta máli í stóra sammygginu fyrir allan heiminn. Þannig að... Brynhildur, gaman að fá þig að tala um Kína. Já, takk fyrir að hafa. Gaman að þú segir að þið finnst gaman að tala um Kína. Mér finnst gaman að tala um Kína og ég veit að Kína er ekki fullkomið frekar en önnur ríki en það er langt frá því að þetta sé hræðilegt eins og sumum finnst. Allavega ekki að minni reynslu. Svo menn sem hafa verið mikið í Kína sem ég talaði við, þeir fóru oft svona vegna þess að þeir voru tilhöruðu ykkur svona mávistarhýðingum uppalega. Já. Ert þú gamall komið eða? Nei, alls ekki. Og ekki mávisti? Nei, alls ekki. Ég viltist í þetta á gammalsaldri. En það skemmtir mig í Kína og ég ákvað að fara bara með opnum huga. Maður er búin að lesa hitt og þetta og heyra hitt og þetta, þannig ég ákvað að fara bara með opnum huga og sjá bara hvernig þetta er, hvernig þetta fungerar. Hvort að ég hafi séð allt veit ég ekkert en þetta er alltaf mín upplifun á Kína. Nei, það er gott að fara á. Sérstaklega stundum er það þannig að fólk skynjar náttúrulega þegar kemur nýtt á stað þá skynjar það margt sem að fljótlega. Já. Þó að ég sé ekki að mæla með því að það sé vit sem þetta er að byggja á. Nei, en með þetta er mín reynsla og mín reynsla er ekki svo að þetta sé eitthvað hræðilegt samfélag. En auðvitað eru sumir hlutir sem er ekkert í lagi þarna, frekar en annar staðar. Hvað myndir þið nefna helst sem er þannig? Þannig er þetta að fólk getur átt erfitt með að komast upp og fátækt en það er verið að reyna að gera eitthvað í því að hjálpa fólki í það Það er vita vonlust í Bandaríkjunum já, en þarna er það hægt ef þú ferð í skóla og þú er að læra og fylgir reglunum þannig að séð og ferðir réttu leiðina þá átt alveg mögulega að komast í betur stöðu þú getur alveg nuð upp og sárið fátækt og það margt ungt fólk sem er flutt úr sárið fátækt til sveitunum, flutt í borgarn og náðu bara að koma sér vel undir fótunum. Þeir sem eru betur settir, berast þeir svona á? Það er rosalega, bara eins og hérna, það er rosalega mikið menning að snobba svolítið fyrir þeir sem eiga rosalega mikið pening. Það er bara eins og hér. Það þykir fínt að eiga fullt af peningum. Velgengni er merkið þess að þú sett góð manneskja. En millistéttin, hún er bara mjög svipið þessu hérna, með svipað tekjur íbúðarna sem millistéttin býr í, bara mjög sambælir íbúð hérna heima. Svipað stærð, svipaður búnaður. Og þó vantist undir lyftu. Herðu, aldrei skaman að fá þig, Brynhildur Magnúsdóttir, jarðfræðingur, sem var í skiptinámi í Kína. Kæra þakkir. Við ætlum að láta þetta verða lokin hérna við rauðaborðið í kvöld. Við þakkum öllum gestunum sem hingað komið og ég þakka líka Birni Þorláks fyrir að taka í viðtöl og Pétur Fjellsteð fyrir að taka upp og senda út. Minni á allt sem þið sjáu í öru heyri er í boði áskrifenda. Það er sá hópur hlustenda og áhorfenda sem telur að samstöðin hafi eitthvað gildi í samfélaginu og veit að samstöðin væri ekki til nema að almenningur legði eitthvað til
til þess að við hefðum eitthvað afl til þess að reka þetta áfram. Ef þú vilt slást í þann hóp þá getur þú farið inn á samstöðun, það er samstöðun.is. Það er hnappur sem ástendur áskrift, það getur þú skráðið fyrir grunn áskriftinni sem er 2.750 krónur sem mér sagt að sé hlægilegt verð með það efni sem við búum hérna til. Þú mátt borga meira þú vilt og því sem að kjósi getur alltaf áskriftin að renna í Alþýðufélagið, en það er mitt Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Hvetið til þess að leggja þínar árar á þetta verkefni sem að hér er í gangi og er eins og flesti fjölmiðlar á Íslandi að berjast fyrir lífi sínu. En við látum þetta vera nóg í kvöld. Kæra þakkir, sjáumst aftur hér á morgun klukkan 8. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.